við erum ekkert hálfsbreytt svo að komast í meistaradeildina. Við erum á móti Marseille í síðasta leik. Við tökum 1-0 á heimavelli, svo í stöðunni 1-0 fyrir þá útivelli og skora Krissi og 10 mínútur eftir. Stútfullu völlurinn, þetta er 50.000 manns eða 60.000 og þeir byrja bara að skjálfast og bakka bara aftur í mítið. Við þurftum bara 1 mark til að komast áfram. Sem gekk svolítið á bláþræði en svo skoruðu þeir og skyndisókn á 91. mínútu. Þannig að munaði eitthvað að við komast áfram. Og eftir það tímabil, þegar við árið eftir að við meistarar, þá hættir þjálfari, hann kemur nýr þjálfari. Hann kemur úr Tromsø og er svolítið svona öruggur með sig og annað og var kannski bara 36 ára. Og hann kemur svolítið með því hugafari kannski eins og einhver muni eftir að Brian Clough fór til Leeds. Að hann kom eiginlega bara og við vorum eiginlega ekki að gera neitt. Við vorum hálfgerðir raumingjar sem áttum ekki skilið að vinna og eitthvað svona og kom með svolítið svona leiðinda stjórnunarhátt inn í þetta og átt að æfa mikið og við vorum ekki í einu formi og við allir svona lítum á hvernig hvað hann að tala um því? Við vorum fyrstar alveg öðrusendi og öðrukeppni og hvað. Og þannig að það byrjaði svolítið svona friksjón strax á milli hans og leikmanna og svo fór leikmann að fara. Við erum í 8. sæti eitthvað svoleiðis. Og svo næsta ár byrjaði tímabilið og þá þetta verra bara og hann hættir. Og rekinn og aðstoðarmaður tekur við. Og þá ég á mínu síðasta ára samning og ég finn svona að þá var þetta að fara að taka svolítið á. Þetta voru búið svona 3 ár sem var búið að vera hótel að minnsta kosti 3 mánuði á ári.